Nú styttist í forsetakosningar og við höldum áfram að sýna nærmyndir af frambjóðendum. Herdís Þorgeirsdóttir sem kunnugt í þeim hópi, en hennar nánustu segja þessi doktor í lögum sé ekki bara kjarkmikil og fylgin sér í dag, heldur hafi hún sýnt leiðtogahæfni allt frá blautu barnsbeini. Það mjög erfitt að lýsa henni Herdísi því hún bara einhvern veginn svo stórfengleg kona í mínu mati. Hún mjög skemmtileg, ákveðin, kjarkmikil, stórhuga og hún veður í verkjum. Það til dæmis mjög gaman að vinna með henni gegnum tíðina og fyrir hana og stundu það maður að slást aðeins við hana en mér finnst það skemmtilega að vera með fólki sem að veit hvað ætla sér og hvað það stefnir. Herdís fæddist í Reykjavík í febrúar árið 54, frumburður foreldra sinna Þorgeirs Þorsteinssonar, fyrrverandi sýslumanns og lögreglustjóra á Keflavíkurflugvelli og Herdísar Tryggvadóttur. Herdís systir er náttúrulega stóra systir mín, hún 4 árum eldri en ég og við erum 4 systkinin, sem starfsystkinin og það stutt á milli okkar. Þannig að við erum, mamma átti okkur 4 á 6 árum, þannig að við vorum svona mjög þéttur hópur í uppvextinum og Herdís var sem elsta systir foringinn í hópnum og umhyggjusum eldri systir, ábyrgðafull og ofboðslega hvað maður að segja skapandi og hún var alltaf okkur mikill svona innblástur. Herdís bjó í Reykjavík fyrstu æviárin en þá flutti fjölskyldan til Suðurnesja og hún gekk í barnaskóla í Njarðvíkum. Við byggum fyrstu árin í Grænási við Keflavíkurflugvöll þar sem pabbi var lögreglustjóri og seinna sýslumaður og þar var stór hópur krakka og Herdís var mjög uppátækjasöm og fekk okkur svona oft fann upp á einhverju þannig að það eiga allir mjög góðar minningar þetta og ekki hvað síst hana, hvað hún var svona skapandi í þessu samhengi. Bara ein minning kannski að hún kallaði alla krakkan inn í stofu, fullt af krakkum, setti Bítlaplötu á fóninn og við fórum öll að dansa og það mun allir eftir sig. Þegar kom að framhaldsnámi valdi Herdís máladeild menntaskólans við Hamrahlíð. Hún aðeins eldri en ég, þannig að þegar ég byrja í menntaskólanum í Hamrahlíð haustið 72 að þá þar auðvitað eldra fólk, sem sé efri bekkingar og hún var í þeim hópi og ég held að við alla stelpurnar sem komu þarna nýjar inn, við auðvitað tókum eftir Herdísi og mörgum stelpum sem voru í kringum hana og það einhvern veginn, það sópaði svo að þeim þegar það gengur þarna gangana og svo var svona alltaf ákveðið ylvarski í kringu þær og þær voru nú raun að kalla þær ofta ylvarsklíkan en það var í góðu en ekki neinu slæmu og í þessum hópi þá var Herdís svo sannarlega fremst meðal jafningja og við litum alveg óbúslega upp til þeirra. Eftir stúdentspróf hélt Herdís til Frakklands þar sem hún stundaði háskólanám í 1 vetur. Þá hélt hún til London þar sem hún lærði blaðamennsku á Fleet Street. Þegar heim kom sótti hún vinnu á Morgunblaðinu og fékk starfið að flokka ljósmyndir en eftir nokkra mánuði var hún komin í blaðamennsku. Hver myndir segja væri hennar helsti kostur ef þú ættir að velja eitthvað eitt? Mér finnst hún vera kát, lífsglöð og svona tilbúin að takast á við hluti, það ekki svartsýni að þjaka hana eftir í líf. Óskaplega hlý manneskja, hún góðu vinur og svona einlæg í því sem hún tekur sér fyrir hendur. Ég held hún hafi óvenju mikla samskiptahæfileika. Ég veit eiginlega ekki hvaðan hún hefur þetta. En ég tók eftir þessu þegar hún var blaðamaður, þegar hún var ung blaðakona að hún tók viðtöl að hún einhvern veginn náði strax sambandi við fólk. Það eins og hún næði frá hjarta til hjarta. Það eitthvað, einhver hæfileiki sem hún hefur þarna og það sem svo athyglisvert við hann að hann á við jafnt unga sem aldna, háa sem lága. Hefur hún einhverja galla svona sem hún varst eftir? Nei, ég myndi ekki að flagga þeim núna Nei, hún bara, það allt gott hana að segja þess mér. Ég hef nú einhvern veginn alltaf tileinkað mér það með vinum mína að ég ekkert að velta mig fyrir göllunum, hvaða galla þeir eru með. Við erum öll með einhverja galla. Eftir 2 ára starf á Morgunblaðinu fór Herdís í nám í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og lauk þaðan BA-prófi. Í kjölfari fór hún í nám í þjóðarétti og alþjóðastjórnmálum við hinn virta Fletcher lagaskóla í Boston og lauk þaðan MALD-gráðu árið 1983. Ári síðar bauðst Herdísi að ritstýra tímariti hér heima.
Hún þáði boðið og metsölu tímaritið Mannlíf varð til. Árið 86 stofnaði Herdís sitt eigið tímarit Heimsmynd. Hún ritstýrði því og stjórnaði útgáfunni þar til hún seldi fyrirtækið árið 94. Eftir það ákvað hún að setjast aftur á skólabekk og hélt í doktorsnám til Lundar í Svíþjóð ásamt þáverandi eiginmanni Braga Gunnarsinni og 4 börnum sínum sem þá voru á aldrinum 5 mánaða til 10 ára. Doktorsritgerðin fjallaði tjáningarfrelsi fjölmiðla og ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra. Ég hef löngum haldið fram að viðskipta hagsmunir og pólitíski valda hagsmunir að þeir skaði ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla, það að segja þeir hafa áhrif á það. Hún með mjög fjölbreytta reynslu, hún hefur verið með eigin atvinnurekstur, hún hefur verið fræðimaður, svo hefur hún alveg 4 börn alin, meira og minna. Herdís kom aftur heim til Íslands árið 2000 en þá hafði þau hjónin ákveðið að skilja. Hún varði doktorsritgerðan á rúmum 2 árum síðar og var ráðin prófessor á Bifröst árið eftir. En þótt Herdís sé doktor í lögum var skólagöngunni ekki lokið því fyrir nokkru lauk hún BA-gráði í lögum frá Háskólanum í Reykjavík og öðlaðist réttindi sem héraðsdómslögmaður á síðasta ári. Það til dæmis að setjast á skólabekk. Hún prófessor og doktor í lögum og sest á skólabekk í Háskólanum í Reykjavík til að taka BA í lögum af því að hún einhvern veginn fann það að það gengi ekki lengur að þurfa endalaust að sitja undir því og hún væri ekki lögfræðingur. Og ég þá kenndi henni mig að það engin venjuleg kona sem gerir svoleiðis. Herdís starfar nú sem lögmaður í Reykjavík. Hún var auk þess kjörin forseti Evrópusamtaka kvenlögfræðinga árið 2009 og endurkjörin 2 árum síðar. Þá hefur hún gegnt umfangsmiklum störfum fyrir Feneyjarnefnd Evrópuráðsins á sviði mannréttinda og staðið fyrir ráðstefnum undir yfirskriftinni Tengslanett, völd til kvenna, en fyrir þær var hún í tvígang tilnefnd til jafnréttisverðlauna. Hvernig forseti heldur hún yrði? Ég held að hún Herdís yrði mjög flottur forseti. Og ég væri ekki styðja hana, þó ég sé vinkonunnar, þá myndi ég ekki styðja hana nema því ég trúi því einlæglega að hún sé sá forseti sem við þurfum núna til að taka við af sitjandi forseta. Við höfum alltaf valið ágæta forseta og það hefur verið svona forseta sem hafa hentað sínu tíma. Einhvern tíma þurftu við svona valdmannslega manni eins og Ásgeir og síðan kom svona alþýðu hetja eins og Kristján og var svona maður fólksins. Við fengum síðan Vigdísi með sína kvennabaráttu og síðan ekki fyrir endan á áhrifum hennar því að þjóðfélagið hefur gjörbreyst ábyggilega meðal annars fyrir út af hennar kjöri. Ólafur fer síðan með embættið, það verður svona meira út af við, það verður einhvern veginn meiri samskipti við útlönd og verður mikill talsmaður þjóðarinnar. Ég held í þessum kosningum að þá þurfum við að fá einhvern forseta sem stígur eitt skref til viðbótar og ég held í þessa átt sem Ólafur fór sem svona meiri samskipti við útlönd og svo framvegis og ég held að hún sé manneskjan í það. Hún er búin að fylgjast með pólitík svo ofsalega lengi og hún er ofboðslega glögg á svona klækjaeðli pólitíkur, spillingareðli, lygaeðli sem er á einhverju leyti eins og Hannah Arendt segir svona ákveðeðli pólitíkur. Því það er valdabarátta. Og hún hefur alltaf verið mjög glögg á þetta út af sinni mannþekkingu líka. En það er svo merkilegt við hana að hún hefur alltaf staðið svolítið utan við þetta og hefur alltaf haldið sínum hugsjónum líka því hún er með mjög sterka svona réttlætiskend og náttúrulega mikil mannréttindakona og lýðræðiskona þannig að og ég held að þetta komið dálítið mikið frá mamma okkar er mikil hugsunarkona, hefur alltaf verið í hugsunarbarátta allt sitt líf. Svo er hún líka búin að lenda í sínum erfiðleikum eins og allir aðrir. Það hefur auðmýkt hana, það hefur gert hana mjög meðvitað bara að margt brothætt í lífinu. Hún er sér mjög meðvituð það og hún er mjög auðmjúk gagnvart því. Hún hefur miklu auðmýkt í hjarta gagnvart því og þannig hún er ekkert hún dæmir ekki fyrirfram, hún hlustar og hún kemur jafnt fram við alla. Mér finnst það kannski hennar stæðsti kostur. Ég tek bara eftir að við erum í fjölskylduboðum, hún
talar eins og ég sagði við alla eins, talar alltaf við krakkan og einhvern veginn nær þeim líka. Það ekki allra að geta það. Mér finnst hínir frambjóðirnir, fínir sem þeir eru, að það virkar á mig að þeir myndu freka fara með embættið aðeins meira tilbaka, ekki þróa það áfram en það er svona mín tilfinning. Og ég náttúrulega hlutdrægur, það þýðir ekki að neita, en ég held að hún myndi vera fýtt talsmaður fyrir þjóðina. Og ég held að ef Ólafur væri ekki í kjöri, þá myndi hann kjósa Herdísi.